Góðan daginn. Við erum komin hérna í kaffispjall hjá Iðunni fræðslusetri. Ég og Karl Hákon Karlsson, framkvæmdastjóri Blikksmissins, eða forstjóri. Framkvæmdastjóri, ég er ekki nógu gáfaður til að vera forstjóri. Allt í lagi. Við ætlum að ræða svolítið loftræstikerfi. Tilgang þeirra hönnunarforsendur, er þetta ekki bara stórhættulegt eða hvað? En Karl Hákon er sérfræðingur í þessum málum og veit svona, já ég myndi að segja allt, allavega hefur hann svör við öllu. En Kalli, hvernig er þetta með loftræstikerfi? Hérna áður fyrir að þurftingin helst loftræstikerfi? Það er náttúrulega... Það var brotna glugga, það var náttúrulega margþætt, fyrir það fyrsta að það náttúrulega kannski, fólk hafði nú almennt skítt, þannig að ef þú hefði frekar áhugi og ættir nógu inn í að éta og það var kalt, það hafði kannski minni áhugjur á loftræsingu, en þegar þessar grunnþarfir eru komnar á sinn stað, að þá kannski gerum við grein fyrir því að það eru önnur vandamál til staðar. Og svo er náttúrulega hitt sem er að í þá daga þá voru hús fádæma óþétt. Það blés í gegnum þetta og þar af leiðandi loftræstu húsin sér sjálf. Já, þannig að í dag þá eru hús bara byggð þannig að þau eru miklu þéttari og þar af leiðandi þurfa þau loftræstingu. Á rétt, en eftir á móti við byrjum að byggja náttúrulega hús hérna upp á 1940 og fljótlega eru húsóðun svona mun þéttara heldur en við þekktum þegar við byggum í torfkomur og slíku. En samt sem áður svo hefur þetta smátt og smátt húsa verða þéttara og þéttari og svo breytist byggingar hefur verulega mikið fyrir svona cirka 20 árum síðan þegar við fáum þessa álhlugga sem eru með svona gúmmíþéttingum. Og þá voru það hurðir sem eru samskonar og þá eru íbúðir eða húsnæði orðin mjög þétt. Og þá eru engin loftskipti af ytri völdum. En hvaða afleiðingar hefur þetta við svona þétt? Það eru margþættar. Fyrir það fyrsta að þá hefur þetta bara bein áhrif á líðan fólks. Það er að segja, við þurfum jú súrefni til að anda að okkur, því að það er partur af því að bara af því við erum brunnavélar og við þurfum súrefni. Og svo hitt að við öndum frá okkur CO2 og öðrum óheppilegum lofttegundum, til dæmis CO líka, kolmónusíði, og hvort tveggja veldur okkur skaða í töluvert miklu magni. En svona nú er mikið fjallað í dag myglu í húsnæði og er þetta einhver partur af því? Jú, vissulega rétt. Yfirleitt til þess að mygla þrífist þá þú þarft mikinn raka og þú þarft hita og sömuleiðis staðið loft. Þannig að ef við loft ræsum vel þá erum við að vinna á móti því að mygla myndist. Auðvitað gera það eitt og sér dugar ekki til ef þú ert með alla aðra eðlisþætti að þá hættir ekki mygla þó loftræsum. En þetta er partur af lausninni að loftræsa vel. En hvað með svona hluti nú er oft verið að taka lofti sem við erum með og endurnýta, senda það inn, erum ekki að senda fullt af bakteríum og öðru slíku aftur inn í kerfin? Það er nú svo sem arfur liðinna tíðar að við gerum þetta. Þetta var notað fyrir svona 20-30 árum síðan að þá voru menn að gera þetta til að blanda saman inn í útilofti til þess að minnka orkukostnað. Þá var þetta í staðinn fyrir þess að við notum svona varmaendurvinnslubúnað í dag. En þá náttúrulega var líka hannað með annað að leiðarljósi að þú horfir alltaf á ferskloftþörfina. Því að hvað þarf með mikið af fólki og hvað þarf ég mikið af fersklofti fyrir þetta fólk. Þannig í raun þá eru kannski kerfin stærri heldur en þurft að vera út af þessum upplöndunar eiginleika. En þetta er aftur á móti, þessi notkun er á leiðinni út og það er mjög lítið af nýjum kerfum sem er verið að gera með þessum hætti. En eins og við talaðum áðan, loftræsting og vellíðan fólks, er einhver önnur áhrif sem að loftræstingin getur haft á fólk? Það er nú svolítið skemmtilegt að það eru til mjög fína danskar rannsóknir það að þú fær hreina og klára framleiðni aukningu. Það er að segja ef að fólk er í sæmilegu lofti og sæmilegum hitastigi og í kjöraðstæðum fyrir sig, að þá getur verið með framleiðni aukningu á fólki upp á svona 7-8%. Þannig að þetta og svo náttúrulega hitt líka, þú ert með sæmilega ánátt af sátt vinnufólk, vinnuafl, þá svo sem gengur allt betur.
þetta partur á því. Við erum mun geðbetri ef það er sæmilegt loftslag. Já, það skýrir margt. Það skýrir margt, já. Þannig að þess vegna ég svona glaðlyndur og kátur sér til að ég lifi alltaf í góðu lofti. Akkurat. En af hverju erum við með þessa varmaendurvinnslu? Er ekki bara nóg að hafa gólfhita eða ofna? Í sjálfu sér þetta er náttúrulega bara partur af því að nýta orkuna betur. Og ef ég gefi þér möguleika á því hvort þú vilt borga tíkall fyrir að kynda eða túkall fyrir að kynda, þá er spurning hvað þú velur. Þar sem þú skynsamur maður, þá reiknaði með þú veljir túkallinn. Það er að segja varmaendurvinnsla gengur út á það að við erum að nota varmann sem er inn í loftinu sem við draugum út til að hita loftið sem við blásum inn. Og gegnum sneitt erum við með varmaendurvinnslu búnað í loftræsingu í dag sem er með nýtni upp á 70 til 80%. Þannig að ef við segjum 80%, það er svo auðvelt að reikna með því, við erum góður í 8-sundöflunni, að þá kostar í raun, alveg eins og segði áðan, í staðin fyrir það kosti tíkall, þá kostar það túkall. Ok, en hvað með loftkælingu? Er ekki þörf á því hér á Íslandi? Þá fyrir svona 25 árum, þá var almennt séð loftkæling eða kæling innan þeirra ekki notuð. Og það er nokkrar ástæður fyrir því. Ein er svo að þá við vorum kannski ekki jafn upptekin af þessu inniklíma eða inni loftslagi eins og við erum í dag. Það er að segja, það varð bara heitt og þá svitnaður og svolítið svo hættar að verða heitt. En auðvitað dróð það á afköstum og það er ekki gott og það er náttúrulega bara partur af þessu vellíðun að fólki líði sæmilega þess að það er að vinna. Og svo er náttúrulega annað sem hefur gerst líka og það er það að í skrifstofuhúsnæði sem við verðum að nota, það er ju gjarnan verið að stafla fólki frekar þétt saman. Í típisku skrifstofuhúsnæði máttu reikna með svona 6 til 7 fermetrum á mann og meðan að þetta var rýmra í árdaga. Svo kemur það að þú ert sömuleiðis búin að, það er meiri lýsing gefur á sig varma og það er sömuleiðis meiri tölvubúnaður. Í dag erum við að horfa á það svona venjuleg vinnustöð, þar sem er bara einhver skrifstofmaður vinnur með 2 skjái og sæmilega stóra tölvu og svo er einhver prentar sem fylgir honum og lýsing og fleira. Og þarna eru cirka 400 vött. Og þessi 400 vött var ekki neitt. Þannig ef þú skoðar svona típiska skrifstofu þetta eigi til, og þó að sé meiri séu þessi vetur, að þá er það innra hitaálag sem kynntir kofan meira að vinna. En það er ekki bara eitthvað varandi hita, heldur líka rakastig. Nú höfum maður oft heyrt talað fólk sem verður þurrt í augunum, þurrt í nefinu og þarf alltaf að vera að fá sér vatn og Fólk er ekki nógu rækt. Fólk er ekki nógu rækt, það er aðeins að vökva sig. Jú, það er til ýmsar leiðir til þess, mér er svona skemmtilegar og allt það. En án gríns að þá er talað kjörrakastig og kjörrakastig liggur einhvers staðar kannski 35 til 40%. Og það er svona loftræki sem okkur líður sæmilega við. En svo er þetta með að þegar að tala loftraka í prósentum, þá er það pínlítið villandi fyrir hinn almenna neytanda vegna þess að hæfileiki lofts til að halda í sér raka, hann breytist eftir hitastigi. Þannig að 80% raki við 20 gráður er mikið meiri raki, það er að segja mikið meira vassinnihald per rúmmetri lofts heldur en er við -10 gráður. Ef ég er með -10 gráðu heitt loft og ég hitaði upp og við 80% raka og hitaði upp í 20 gráður, að þá erum við með 15% raka. Og sem er náttúrulega beina afleiðing af því að þá er fyrst og fremst vandamál með þurrk á veturna. Langvarandi kuldatímabil kalla á þetta. En nú er oft talað að með statískt rafmagn að raki þurfa að vera svona nálægt 60% til að losna við það í húsgögnum og öðrum búnaði í kringum hann. Það held ég sé nú heldur fært í stílinn. 60% raki er mjög óþægilegur. En ef þú ert með cirka 40% raka, þá 30-50-40% raka, þá ertu bæði með frið með pappír, þar sem hann brettist ekki upp á hornunum og þú ert ekki í vandræðum með statist
rafmagn. En sko, bara leiðu kominu fyrir 50% raka, að þá það er óþægilegt. Það er svona, við kannski beint þetta sem þegar er pínlítið of heitt og pínlítið of rakt, að þá talar fólk gjarnan að sé þungt loft. En þungt loft er svo sem ekki til. En þetta er gjarnan það að það er aðeins of heitt og við merkjum það ekki beint að það sé of heitt og gjarnan er rakastíður og hátt. Þegar þetta tvennt fer saman, það er svona uppskrift fyrir því sem fólk kallar þungt loft. En í kringum öll þessi loftræstikerfi og svona vélknúna loftræstingum, að hefur þetta verið flokkað eitthvað í ákveðna flokka? Jú, auðvitað er þannig. Það er jú mismunandi tegundur af loftræstingu sem eru fyrir mismunandi búnaði, mismunandi notkunarmynstur. Við getum tekið sem dæmi íbúðarhús, verksmiðjuhúsnæði, bílakjallara. Já, og þar er sjálf sér, þarna sníður maður, það er einfaldast tegundin af loftræsingu í eðli sínu og það er náttúrulega bara að opna gluggann. En ef þú ert með herbyggi með glugga á einn veg, þá er engin hvati fyrir loftið að fara neitt. Þetta er eins og ég vaska ekki upp fyrir en konan biður mig það. Það þarf alltaf nauðsynlega hvata til þess. Já. Og þegar hún er búin að því, þá sjálfsögðu geri ég það. En þú býður eftir því? Ég er bara svoleiðis. Það þarf allt sinn hvata. Þannig að þar af leiðandi er gluggi á einn veg á íbúðarhúsnæði, hann er ekkert að uppfylla það sem við viljum. Það er búið að vera í mjög langan tíma að krafa í byggingarreglugerð það að CO2-gildi og CO2-gildi það er ekki eingöngu það sem við erum að horfa á, en það er aftur á móti mjög túlkandi fyrir önnur snefilefni og önnur göð sem safnast fyrir innlofti. Að CO2-magnið það er krafi í byggingarreglugerð og byggingarreglugerð er náttúrulega lágmarkskröfur. Að þar má CO2-magnið ekki fara yfir í 800 ppm, sem eru það partar, sem milljónustu partar að meðaltali og topparnir ekki yfir 1000 ppm. Og í venjulegu svefnbergi þar sem að tveir sofa og þar sem er gluggi og ég tala ekki með ef hann er lokaður, að þá er ppm gildið kannski 2004 til 2600 að morgni. Og það er jú fylgni á milli þess í hvernig við loftið sofum og hvernig við hvílumst. Þegar það er svona mikið í loftinu, vaknar fólk þá ekki frekar við höfuðverk eða hvað slúðis? Það er alveg möguleiki á því. Ég ætla ekki að segja að það er ekki algilt en það er alveg möguleiki á því. En svo ég haldi áfram að svara spurningun á þennum, flokka loftræskerfa, að þetta er einfaldasta útgáfan að opna glugga. Svo kemur þetta sem er típist notað í húsum eða var gert í eldri íbúðarhúsum og blokkum, að það er útsógt tekið úr votrýmum sem eru þá salerni, þvottahús, eldhús og svo er loft einhvern veginn tekið inn til mótvægis. Og eins og það var gjarnan í gamla dag, eins og bara ég er alveg upp í brjóðtinu og þar var svona típisk blokk með ístefta timburglugga og engar þéttingar á gluggum, þannig að það blés inn þetta bara. Þar leiti bara kom loft inn til mótvægis og þar var til dæmis það var engin miklu vandamál á þeim tíma vegna þess að húsin loftuðu mikið betur. En var þá hægt á undirþrýstingi inn í íbúðunum? Já, en samt. Þrýstingur verður alltaf margfeldi af annars vegar því hvað þú tekur mikið loft út og hins vegar hvað byggingin er þétt. Og þarna var byggingin mjög óþétt og þá verður í raun ekki markant undirþrýstingur. Svo er þetta sem svo höldum áfram með íbúðarloftrýstinguna að þá verður breyting á byggingarhæð fyrir sirka 20 árum síðan og þá verða húsin mikið þéttari og loftræsi hlutin fylgdi ekki með, menn áttuðu sig kannski alveg á því hvað var að gerast, héldu áfram að nota sömu lausnir og þá var komin massífur undirþrýstingur í íbúðir. Þá áttu að tala að jafnaði kannski 20-30 paskala undirþrýstingur og það er náttúrulega ekki gott vegna þess að þá ertu stöðugur undirþrýstingur í íbúð, þá ertu með hárpípukraftana sem eru allir, virka allar á sama leið. Að þess að þú getur fengið hreinlega lekað inn með gluggum og annað slíkt. Besta útfærslan er svo það sem við erum fannar að praktísera tölvöld mikið í dag, að þar er hver íbúð eða hvert raðhús eða hvernig er með sína eigin litlu loftræstinstöðu. Já, þannig að menn eru hættir að hafa þessi centralkerfi sem voru fyrir heilu blokkinar. Já, það eru við til líka, hlutinir er að breytast núna, við erum að stefna þangað þar sem að bara hvert rými er með sína litlu loftræstinstöðu sem er þá með
innblásara, útblásara, síubúnað og hvoru tveggja og varmaendurvinnslubúnað og pínlítinn hitara. Og þá getur þú stjórnað í loftskiptum. Já. Og hérna... En veit fólk eitthvað af því að það þarf að kíkja á síur og annað í flestum tilvikum veit það. Allavega þetta sem við höfum verið afhenda undanförnu, að þá afhend handbók hússins með og fólk lesi þetta, allavega virðist vera af þess að það hefur í stóru mæli haft samband við okkur til þess að fá síur, til þess að fá þjónustu, vita meira, þannig að sá sem að getur stilt eldavill, hann getur stýrt þessum samstæðum. Já, það bara einn takki. Já, það tveir svona tveir, já. Og nú varstu hérna að tala um þetta hlutið hérna áður fyrir á var óþétt húsnæði og annars slíkt og að blés í gegn, en svona stöðu trekkur í gegnum húsnæði. Hann er svo sem ekki góður heldur. Nei. Því að hérna, og trekkur er náttúrulega bara loft á ferð og það sem við viljum gjarnan ekki hafa það. Og það er líka alveg eins þekkt í húsnæði þar sem við erum með loftræsingu. Það er að segja ef að hlutinir ekki rétt frá gengnir eða kerfin ekki rétt stilt eða einhver hluta vegna ekki rétt hannað, að þá er það alveg þekkt að það er að blása á fólk. Og það er mjög óþægilegt. Því að sko, við erum kannski að blása inn lofti sem er 18-20 gráðu heitt og ef það er svona ákveðnu lofthraða að kannski hálfu metru á sekúndu eða metru á sekúndu eða eitthvað slíkt, þá upplifur við trekk. Og þetta er sérstaklega vont með til dæmis skrifstofufólk sem situr að við erum viðkvæmust fyrir kulda á hnakka og herðum og þá verður ekki að fólk gjarnan stíft í öxlum og þetta margt óheppilegt í því. Þannig að trekkur er slæmur. Er það þá kannski í svona vélknúnum loftræstikerfum ef það blæs beint niður á hausinn á fólki? Já, sko það er náttúrulega eiginlega afleitt. Þannig að það þarf að færa sig. Já, sko það er yfirleitt hægt að stilla þessum kerfi þannig að breyta staðsetningum rista eða hvernig það blása. Það er yfirleitt hægt að bregðast við því, en það er bara spurningum að sinna því. Já, en svo eitt sem að við þekkjum til dæmis hér á þessum vinnustað. Já. Að það er suð. Já, jú. Og getur gert suma alveg bara, sko, ég ætla ekki að segja snældu vilja segja, en fer í pyrrurnar á það. Sko, það er náttúrulega alveg rétt að það er náttúrulega, sko, ef við fyrir nú í grunna þessu, þá er ekki til neitt mekanísku búnað sem heyrist ekkert í. Það veist þú. En hitt er að mála við eigum alveg geta deyft hljóðið í þessu þannig að það sé innan marka. Og við megum inn í svona skrifstofuhúsnæði sem við erum hér að það má vera 35 dB. Og það er enga að segja að þú heyrir það. 35, mér finnst það óþægilega mikið. En almennt séð, það er þakið á reglugerðinni. Já. En æskilegt er kannski 32. 35 decibel eins og segir þú. Á dBA. Já. Það er kannski full hátt en til dæmis ef þú þarft að hafa minna hljóð, minna suð. Já. Hvaða lausnir eru til í því? Það er hægt að vera fyrir að fyrsta þegar maður hannar þá velur maður búnað með tilliti til þess. Þú ert með blásar sem snúast hægar og búa þar alveg til minna hljóð. Svo er maður með hljóðgildrur og það er til dæmis mjög skemmtilegt verkefni sem við unnum fyrir svona 12-13 ára síðan að það er risastór vararafstöð upp í Ármúla og inn í rýminu eru cirka 125 dB en þegar þú stendur fyrir utan þá heyrur ekki hvort hún er í gangi eða ekki. Þannig að það er hægt að smíða hljóðgildru til að eyða öllu þessu hljóði ef þú vilt það. Af því að hljóð er ju bara orka á ferð. En eitt höfum við lesið í blöðum alltaf annars slagið að það er það kvikni í útsókskerfum frá veitingastöðum. Jú. Og hver er ástæða þess? Þetta er nú svo við segja nú eins og þá er þetta mjög sjaldgæft. Og almennt séð er statistíkin yfir bruna á Íslandi mun lægri heldur en hún er í Skandinavíu. Ég hugsa að við séum minna við helmingina því sem við þekkjum. En gott og vel, þetta gerist. Og ef það yfirleitt er ástæðan svo að menn kannski sinna því ekki að þrífa eins og á að gera. Að það er jú í þessum útvarpskerfum veitingahúsa, í dag er þetta mjög vel útfært. Og það hefur verið töluvert mikill þrýstingur frá yfirvöldum og öðrum slíkum að gera betur.
Og slökkviliðið hefur til dæmis lítið mjög vel eftir þessu og séð til þess að þetta verða að gera þetta mjög vel í dag. Í dag eru allir stokkar frá veitingahúsum eru heilsvanir og þetta þannig að í raun sko að því að það verður alltaf einhver fitusöfnun í stokkum, sérstaklega úr veitingahúsum og þegar að fitan hitnar þá hegður hún síðan svo vatn. Þannig að ef það einhvers staðar nálægt það bara legur það niður og ef við gefum okkur það sé kannski komið 600-800 gráðu hiti þarna inn eins og gerist mjög fljótt að þá getur hreinlega reynt eldi við þig. Þannig að þetta getur verið mjög drastískt en almennt séð að þá þetta ekki algengt í dag með allavega ef við skoðum Skandinavíu þá erum við kannski með 10% af því sem þeir eru með þar. Og það fyrst og fremst vegna þess að það hefur verið gengið mun betur frá þessu undanfarið svona 20 ár heldur var. Eftirlit með efnum og menn gera þetta betur. En hvað með svona nú eru kannski mismunandi þörf, bæði hitastigi, loftflæði og öðru í mismunandi herbyggjum eða eru með svona central kerfi. Hvernig að stilla þetta? Það til þess að gera ekkert mál. Af því að það jú lokubúnaður og svo náttúrulega bara spurning þegar ef að kerfið hannað þannig að það vera sér hiti í hverju rými þá minnsta málið að halda því. Og sem þess lítið mál að stilla kerfin þannig að það loft fari á þann stað sem því ætlað. Svo náttúrulega komin í meira mæli í dag svona svokölluð VAF-kerfi sem þá VAF stendur fyrir Variable Air Volume eða það bara mismunandi mikið flæði og þá erum við að fá þegar þörfin til staðarinn í herbyggjunu það þá annarkot CO2-nemi eða hitanemi annars lít sem að gefur boð og þá kemur meira loft sem þá annarkot til kælingar eða til loftræsingar og þetta í auknum töluvert mikið auknum mæli að eiga sér stað núna. Sérstaklega verið að taka í gegn eldri hús og það lítið pláss fyrir stokka. Og þá þetta lausn sem gjarnan notuð. En einfaldast að vera spurningunni það lítið mál að stilla þetta, þannig að vel fari. Og en svo spurningum að fylgja því eftir að það sé gert. Svo annað sem gleymist stundum líka að það alls að húsnæði breytt. Og þá breyta menn gjarnan stokkalögnum og öðru slíku en oft eða yfirleitt gleymist að það nú kannski verið skynsamlegt að stilla kerfið upp á nýtt með tillit til breyttrar notkunar. En hvernig það með svona þjónustu í kringum þetta að þrífa á kerfunum innan eða fullt af fitu og ríkjum inn í kerfunum? Þetta svona tvöföld spurning sko. Nú ef það fita í kerfunum að það vegna þess að þetta þá útfrá frá veitingahúsum og almennt séð þurfa veitingahúsum að þrífa einu svona ári. Einu svona ári? Já. Í svona venjulegu íbúðarhúsi? Í venjulegu íbúðarhúsi að þá svo sem þá þetta aftur flókin spurning. Ef við erum með gamaldags húskerfi þá svo sem erum ekkert að gera neitt mikið við það. Það ábyggilega ekki galið að þrífa það á kannski 8-10 ára fresti. En svo aftur á móti ef þú komið með nútímalegt kerfi sem bæði inn og út, nú þá ertu með síur og þá skiptir bara þær 2 ári. Og fólk getur ýmist gert það sjálft, þá fundið út úr því, eða hreinlega vera með þjónustusamning við eitthvað fyrirtæki sem að gera það sem ekkert galið vegna þess að það tryggir að það sé gert. Já, en nú til dæmis eins og hefur verið bara hér í þessu húsnæði, að þegar þetta var gert á 6 mánaða fresti þá voru síurnar svo proffullar að drullu að það var erfitt ég ætla nú ekki að segja anda hérna inni en það var betra að anda frá sér en að. Já, það svona gerði það líka verkum að fólk var svona kannski að fara að fá hausverk. Gott og vel, já. Það var bara ágætt að skiptum svona kannski 3 mánaða fresti? Já, sko. Það kannski of? Nei, sko, þetta pínul flókin spurning líka. Já, því þetta náttúrulega við umferðaræði hérna með. Já, þið eru það. Þannig að almenna reglan þessi að það að skiptum á 6 mánaða fresti. En svo aftur á móti ferð eftir hvað þú ert staddur í bænum og ef þú ert staddur umferðargötu þá ekkert ólíklegt að gera þetta 4 mánaða fresti. Og síuskipti eða skiptum filter ekki, það ekki eini tilgangur þjónuskoðun, það þarf að fara yfir allan búnað, það farið yfir legur, það farið yfir varmöðlustubúnar og annað slíkt. Og það mjög sniðugt að hafa þetta allavega á 6 mánaða fresti ekki sjaldnar, en það jú skynsamlegt að skipta filter
allavega ekki, já, þannig að þeir séu ekki þannig eins og þú lýsir að þeir séu proppfullir. Nei. Skynst því. En hvað með líftíma svona kerfa, ef þú sett svona kerfi upp, hvað endist, hvað má ætla að endist lengi? Sko, hvað varðar mekanískan búnað, þá allavega skandinavarnir líftíma reikna til 17 ára. Og mér finnst það nokkuð skynsamlegt. Aftur á móti stokkar sem er búið að setja upp og koma fyrir, þeir geta endist býsna lengi. Þú getur þess vegna hort á, ef að eðlilega tilgangur húsnæði breytist ekki, getur stokkakerfi alveg endist í 30, 50, 40 ár. Nú eða það hana lengur. En með allan þennan búnað og þess að stokka og svona, er ekki fullt af öðrum búnað sem fylgir þessu? Jú, þetta er svona alls konar rafbúnaðar og stýribúnaðar sem fylgir. En aftur á móti, sko, svona rafstýribúnaðar og annað slíkt, það er þetta sem að reiknar inn í þessi 17 ár cirka. Og þá hefur það líka verið annað að það er framfarir bæði í mótorframleiðslu og blásaraframleiðslu og menn er alltaf að þróa búnað þannig að það er orðinn hagstæðari, hann nýtir betur. Og þar með, ef þú ert með, segjum bara 20 ára gamla mótora sem voru bara barn þess tíma, ef þú getur sett inn mótor sem er kannski með 15-20% meiri nýtni og það borgar hann sig heim. Þannig að þú kannski býður ekki eftir því að viðkomandi búnaðar hann sé ónýtur í höndunum á þér. Heldur á ákveðnum tímapunkti að þá getur verið skynsamlegt að skipta honum út bara út á reksturskostnaði. En segja mér hana, áður en við hættum þessu, svona kannski 2-3 spurningar í viðbót. Hverjir eru það sem eru að hanna svona loftræstikerfi? Það er náttúrulega helstu verkfræðistofur landsins eru í því. Já. En það er ekki mjög margir praktísendir loftrænishönnuðir. Þetta hefur einhvern veginn, ég mönnum finnst þetta kannski ekki jafnflott eins og margt annað. Nei. Og svo hitt að þetta er svolítið snúið vegna þess að til þess að vera sæmilegur loftrænishönnuður þá þarftu bæði að skilja eigið fag, þar að segja loftmagn, hvað þú þarft og þrýstifall og allt þetta sem að því tilheyrir. Þú átt sömulegis að vera ágætir í pípukerfum. Númer 3, þú þarft að skilja rammagn sæmilega og þar fyrir utan þetta að vera sæmilegur í burðarþoli þannig að þú getur diskuterað aðeins við burðarþolshönnuðinn hvar þú ætlar að fara með röriðinn og hvernig. En hverjir eru það fyrst og fremst sem eru að setja upp svona kerfi? Það eru væntanlega einhverjar 10-12 starfandi bleiksmiður í dag sem eru þá mismunandi mikið og það varierar pílur frá fyrirtæki til fyrirtækis hvað menn sérhæfa sig í en flestar af þessum stærri smiðjum það er setja upp loftræskerfi og hafa gert það með ágætis árangri. En það er líka eitt svona allra síðustu spurningin. Það er með brunahönnun. Já. Þarf ekki eitthvað að hugsa fyrir henni því að nú eru þetta opnir stokkar og það getur verið rykinn í þeim og svo við töluðum áðan eitthvað magna fitu og þetta getur brunnið, eldur getur farið út allt. Og hvaða ráðstafanir gera menn til þess að stoppa það? Sko, þetta er aftur tvíþætt. Þú ert ágætur að spyrja svona 2- og 3-þættar spurningar. Að ef við tölum þessi útsvarskerfi frá veitingastöðum, þá setjum við ekki brunnlokur í það. Aftur á móti þar sem að þau liggja í gegnum önnur rými, að það er einangruðum með brunnaeinangrun til þess í raun að neutralisera viðkomandi lögn frá því rými sem það líkur í gegnum. Og þá ertu búin að gera það sama. En aftur á móti í venjulegu skrifstofukerfi, þá ertu með svokallega brunnlokur. Og þær fá boð frá brunnakerfi hús og ef það er þá kemur aðvörun bruna þá loka þær og kerfið slekkur á sér. Og jafnframt með núgildi reglugerð að þá eiga á að pröfa hana búna líka, ekki sjaldan heldur en einu sinni í viku. Og það er breytingskemurinn í reglugerð 2012 sem var til mikilla bóta. Það þýðir það að öryggið sem við erum að fara fram á og byggjum, það er til staðar þegar við þurfum að nota það. Þannig að til dæmis skrifstofuhúsnæði sem er hérna hjá okkur að við ættum raunverulega að tékka á þessu einu sinni í viku. Sko, þið eigið ekki að gera það, kerfið á að gera það. Kerfið á að gera það sjálft? Já, það er í raun búnaður sem er þannig í kerfum sem eru sett upp til 2012 að þá datt út þessi eldri tegundur af lokum, þar að segja sem voru ekki rafknúnar. Þannig að einu sinni í viku þá keyrir hver einasta loka sig á milli endastöðva og kvittar fyrir þegar hún er búin að loka og svo er hún búin að opna aftur og þá gefur hún kerfinu heimild til að ganga aftur. Og ef kerfið uppgötvar að það er einhver loka sem er ekki að gera það búin á að gera, þá slær það kerfinu út. Þannig að þetta er raunverulega
Það loka ekki allar í einu, þetta einu í einu. Það er enda að loka sér allar í einu, Okay. en svo opnaði sig í seríu til þess að, það er að segja við prufun. Við prufun, já. En aftur á móti í brunnatilstandi að þá tekur strauminn af lokunum og það er loka allar í einu. En aftur á móti við prófun að þá slærðum öllum út og svo er þetta mismunandi eftir kerfum hvort að þið grúpa sig upp 8 til 10 sem kerir sig upp í einu. Ok. Já, Kalli, mér hefur gaman að spjalla við þér. Bara fínt. Flott svör hjá þér við alveg mjög, hvað var að segja, gáfulegum spurningum. Ákaflega. En þetta er nú eitthvað sem við höfum pælt í lengi. Það er einmitt eitthvað í kringum loftræstikerfi. En ég vil gjarnan þakka þér kærlega fyrir komuna og hafa gefið þér tíma til að ræða við mig og segja mér svona sitt lítið hverju þetta allt saman. Og ég tala nú ekki upptökufólkinu, nú er það margs fróðari. Ég sé að þau eru svona alveg við það að sofna, en þetta er náttúrulega skemmtilegt fyrir þá sem eru í þessu. Því að ég svo hef ekki gert neitt annað. Öll mín 40 og eitthvað ár sem ég verið í vinnumarkaðan, eða semst frá því að byrja að vinna 17 ára gamall, hef ég verið í loftræsingum með einum hætti. Og það er ennþá spennandi og ennþá skemmtilegt. Alltaf einhverja nýjungar. Alltaf einhverja nýjungar, bara þú leifir þér að fylgjast með þið. Og þá segi ég bara takk fyrir að bjóða mér, bara gaman að hitta ykkur og takk fyrir kaffið. Ekki málið. Þá þökkum við kærlega fyrir og segjum þessu bara lokið í dag. Takk fyrir það.